Jæja, á bara framhald. Við erum komin í verkjastellandi aðgerðir án lyfja. En þá getum við hugsað út í útlæga umstillingu eða eitthvað sem við erum kannski komin við. Þá getum við boðið upp á hita, bakstra, kuldabakstra. Þegar við erum með það í huga þá þurfum við að passa að hafa kannski handklæði eða koddaver eða eitthvað undir svo kom ekki svona beint við húðina, svo valdi ekki bara þrota í húðinni og jafnvel getur farið í svona sár. Ef þetta til lengri tíma, við erum oft að tala einhverja 15 mínútur í senn. Nudd, snerting, þetta getur hjálpað til og nálastungummeðferð og síðan getum við líka hugsað út í þessa miðlæga umstillingu að þá erum við hugsað svolítið í þessa þætti sem við erum kannski að veita skjólstæðingum upplýsingar, við erum að fræða þau, þá eru þau svona ná að róa þau. Við getum reynt að sýna þeim eitthvað, það getur verið bara strax eitthvað fallegt í umhverfinu, einhver slökun í einhverju formi, hvort það tengist í jóga, hugleiðslu, tónlist, hreyfing getur róa suma og haft góð áhrif, kannski finna bara eitthvað sem veitir fólki ánægju. Meðferð við verkjum að þá erum við svolítið að spá í þar margt í boði og þetta er til dæmis þegar aðferðir það eru lyf og þá erum við svolítið að spá kannski fyrst í vægari verkjalyfjum án lyfseðilsskyld, ekki lyfseðilsskyld. Það er ekki uppskriftur af lækni og það geta verið bara paracetamol eða ibuprofen sem dæmi og það er svona meira kannski eitthvað svona sem verkar á lyf sem eru bara oftast tekin inn og berst út í blóðið og með blóðinu á verkunarstað og hafa svona útlæga verkun. Og þetta er þá þessi lausasölu lyf, en síðan getum við líka farið kannski sterkari lyf sem stöðva svolítið sársauka boðin í mænunni og þessi lyf hafa svona miðlæga verkun og hafa áhrif þá á heilann. Þetta getur verið lyf eins og ópíóíðar og morfín, svona aðeins sterkari verkjalyf og stöðvar ekki bara sársauka boðin í mænunni heldur yfir áhrif á það hvernig við upplifum verkina með því að dempa svolítið hræðslu og kvíða í leiðinni. En þessi verkjalyf sem eru svona sterkari verkjalyf og hafa áhrif á sem miðlæga verkun oft notuð kannski fyrst til þess að byrja með og einnig svona við kannski þessum bráðu verkjum og erfiðum langunum verkjum. En þetta er áhættan sem fylgir þessu lyfjum kannski að það geta verið ávanabindandi og valdi síðan einn fíkn og eru þar af leiðandi lyfseðilsskyld. Og oft þetta svona að við verið að gefa kannski verkjalyf sem bæði eru við þessum útlægu og miðlægu verkun og eru þar af leiðandi kannski til þess að byrja með erum við kannski að blanda þessu báðu sem tökum við út kannski þessum hafi þessa miðlæga verkun sem sterkari. Síðan er einmitt annað eins og borðið stundu þarf kannski bara skurðaðgerð, fræðslan fyrst og fremst mjög góð, bara sér nánd og vera til staðar fyrir fólkið, slökunaræfingar, nudd, þetta hjálpar allt til. Þetta hjálpar svolítið svona eins og losa þetta endorfín og þess að það er hjá fólki sem getur svona dempað verkin, mildaðan. Við erum komin í orsakir og tegundir verkja. Ef við byrjum bara á þessum vefjaverkjum að þetta er algengasta tegund verkja og kemur fram þegar sársaukanemar í viðkomandi vef verða fyrir ertingu og senda þá boð til heilans. Og hér áttu alls konar skemmdir á vefjum eins og skurð, stungu, þetta getur verið tognun, sýking, nýrnasteinar og alls konar. En svona hefðbundin verkjalyf verka oftast vel á þessa verki. Síðan erum við kannski verki sem orsakast á taugum, eða taugaverkir og þeir koma fram þegar taugar skaddast af einhverjum ástæðum og það getur til dæmis verið vegna kannski brjósklos í hrygg eða ristill sem er algeng veirusýking sem kemur fram til dæmis í eldra fólki. En taugaverkir oft á tíðum svona svíðandi eða brennandi og getur verið mjög slæmir og hafa verulega áhrif á kannski lífsgæði fólks. Þeir eru oft svona langvinnir og þá tekur langan tíma fyrir taugarnar að jafna sig og hefðbundin verkjalyf hafa lítil kannski áhrif þarna,
og þar kannski þá frekari meðferð og sterkari kannski verkjalyf. Síðan erum við verki af óþekktri orsök sem hér að ræða þá bara svona óljós og oft langvarandi verki sem engin skýring finnst á. Orsökin getur legið í gömlum meiðslum sem hafa jafnað sig nema hvað taugaboðin verki halda áfram. Og vegna þess að orsök verkjanna er óþekkt þá valda slíkir verkir áhyggjum og kvíða og erfitt getur reynst að finna svona árangurssríka meðferð og við þessum verkjum og oft þarf að beita kannski öðrum aðferðum ásamt verkjalyfjum eins og til dæmis í sjúkraþjálfun og blanda kannski verkjalyfjum ásamt einhver svona hreyfimeðferð við. Það getur líka hjálpað. Verkir vegna stafrænna truflanar þeir stafa stundum af verkir af truflunarstarfsemi innri líffæra. Það getur verið samdráttur í sléttum vöðvum og þetta er þá svolítið svona algengt þegar kröftigir samdrættir í sléttum vöðvum sem valda verkjum og getur til dæmis verið í meltingafærunum. Algeng orsök verkjum af þessum tagi er ristil, erting eða iðrabólga sem stafar af samdráttum í meltingafærum. Verkir af sálrænum toga þessi óvenjulega tegund verkja stafar venjulega af geðrænum toga og oftast þunglyndi og það sem skiptir máli hér er að meðhöndla kannski þunglyndi og þá getur bara oftast verkin hefur lagast. Fyrst kannski hjálpa við þeim. Almennar reglur í verkjalyfjameðferð að þá er það svona að ef við getum gefið lyf í munn meðan sjúklingurinn getur kyngt að þá hefur við að velja þann kost og síðan er svolítið talað eftir klukkunni, það er að segja gefin kannski 4 sinnum á sólarhring, þetta er svona regluleg meðferð og þá er þetta gefið svolítið fyrirbyggjandi á föstum tímum, kannski í morgnana, þegar áður fólk er að koma sér af stað, hádeginu, seinnipartinn og síðan fyrir nóttina. Síðan er þarna númer 3 og þá fyrir við svolítið upp verkjalyfjastigann. Hér er verið að tala að byrja kannski bara fyrst á vægari sem er ekki eins sterk verkjalyf og síðan fara ofar ef að þessi lyf duga ekki. Ekki byrja á þeim sem eru kannski sterkust. Við vitum heldur ekki hvað þol einstaklingurinn hefur og einmitt reyna að byrja bara á vægari verkjalyfjum og þá frekar fikra okkur upp. Einstaklingsbundnir skammtar og horfa á sjúklinginn, líðan hans, hvernig líður honum, er hann með verki, er hann að tjá það, hvernig er hann þegar hann er búinn að taka verkjalyf, er hann allt í einu farinn að brosa, hlæja, gera meira. Þarna sjáum við svolítið hvað hann þarf að verkjalyfjum og hann má heldur ekki vera neita of mikilla verkjalyfja, það getur líka haft áhrif að fólk getur kannski svona missa pínu meðvitund, það getur misst jafnvægi, verið haft svona slævandi áhrif. Og síðan þurfum við að gæta að aukaverkunum, fylgjast með hvort að sé þessar aukaverkanir, er hægðatregða, er einmitt einhver jafnvægistruflanir, slævandi áhrif. Þess vegna við þurfum þá kannski að meðhöndla þær og við getum líka kannski fyrirbyggt þetta þegar við erum að gefa ákveðin lyf að þá gefa kannski laxóperaldropa með, gefa hægðalosandi, hægðamýkjandi og þess háttar, svona samhliða. Þegar við erum að meta verki þá erum við svolítið að horfa á þess að þætti staðsetningu verkjarins, hvar er hann í hendinni, er hann í brjóstkassa og hvert er eðli hans, leiðir hann einhvert, leiðir hann út í handlegg og hvernig virkar verkurinn og hvað áhrif er hann að hafa, leiðir hann út í bakið þegar ég er að hreyfa með ákveðið og þess háttar. Hvaða munstur, er eitthvað munstur, kemur verkurinn í köstum, er hann stöðugur, minnkar hann þegar ég ger eitthvað ákveðið, hver er styrkurinn, þarna getum við bara að fyrir að númera hvarðan, meta frá 0 upp í 10. Hvað eykur eða dregur úr verknum þegar ég er að hreyfa mig, er þetta meira þegar sest upp, hvað þú ert að beita þér ákveðið, hvort að hann sé eykst á eða hvað, hvernig er svipbrigðin hjá sjúklingnum, hvernig er hegðun hans. Þannig getum við metið verkina bara strax ef hann fyrir eitthvað að gretta sig eitthvað þegar hann er að gera eitthvað ákveðið, þá getum við strax átt á gráði að hann finnur til. Og síðan bara svona önnur einkenni sem fylgja verknum, er eitthvað sem kemur ásamt verknum. Hjúkrunin er kannski markmiðið er að sjúklingurinn sé verkjalaus í hvíld og verkinu sé viðráðanlegur við hreyfingu. Það er svona góð verkjalyfja meðferð flýtir fyrir bata
og við og við mikla verki að losna svona ýmis streituhormón út í blóðrásina sem gerir það að verkum að það voru kannski lengur að jafna okkur og sjúklingur getur verið viðkvæmari. Það er svona góð verkjameðferð er lykilþáttur í hjúkruninni og því er mikilvægt að við sýnum kannski svona pínu samvinnu, við erum að veita sjúklingnum umhyggju, virðingu, nærgætni og vera bara svolítið til staðar og veita honum stuðning og tryggja þar af leiðandi yfir góða brauðmunum. Og einnig þurfum við svolítið að spá í þessum þáttum eins og er sjúklingur að fá nægan svefn, er hvíldin fín, er jafnvægi þarna á milli hvíldar og hreyfingar, hreinlætið, hvernig, hann sé í hreinum fötum og allt sé bara hreint lín og þess háttar, næring, er hann að borða næg orka og næringarríkt fæði. Þess vegna síðan erum við einnig að fylgjast einnig með þessum aukaverkunum lyfja og nýta jafnvel bara þessa óhefðbundnu aðferðir þar sem við á. Að það hefur mikið að segja. Eins og segja þess að vorum nefna áðan bara nudd, tónlist, eitthvað sem ykkur bara áhuga svona einstaklingsins, það getur verið bara heitir bakstrar, kaldir, nálastungur, alls konar sem er eitthvað hægt að gera svona óhefðbundið. Ef við förum bara svona aðeins yfir meginatriði kaflans að verkur er semst bara óþægilegur og huglæg reynsla sem getur haft áhrif á alla þætti lífsins. Við verðum þá að muna að hver einstaklingur upplifir verk á sinn hátt og markmið hjúkrunar er að greina, meðhöndla og styðja einstaklinginn þannig að hann geti lifað sem besta lífi þrátt fyrir verki og hvort sem þeir eru bráðir eða langvinnir. Og fara svolítið bara yfir þessa þætti, að kíkja yfir heildræna verkjalíkanið og skilja svolítið hvað hjúkrunum við veitum, við erum að spá í þegar fólk er með verki og við erum að staðsetja hann hvar hann er, við erum svolítið að finna orsökina, finna réttu meðferðina, veita viðeigandi meðferð og við sem sjúkraliðar við erum kannski spá í meira þessum óhefðbundnu eða svona sem kannski tengist ekkert endilega bara verkjalyfjunum, þetta er frekar kannski eins og stoðmeðferð, eins og snerting, nærvera, umhyggja, nudd og þess háttar fræðslan. Það er svona, þetta getur haft mikið að segja, eins og segja, svo fólk getur bara jafnað sig fyrr og styttir batatímann og minnkar líka þörf fyrir lyf. En ég þakka bara fyrir mig og vonandi að hafa eitthvað gagn af þessu og ég set síðan bara fljótlega inn spurningar og flýti mér að gera síðan einhvern leslista fyrir prófið. Takk fyrir mig.